Komið sæl, ég heiti Hjördís og ég íslenskukennari hérna í Keili. Kennir líka í menntaskólanum við Sund og ég svona vendinámskennari og ætla að tala mína reynslu af vendinámi í tveimur ólíkum skólum og kannski varpa svona aðeins fram því sem ég hef verið að spá í með vendinám og svo ætlar Inga að kynna hvað hún að gera og svo höfum við þá hérna umræður inn. Já, ég kenni sem sagt í þessum tveimur ólíku skólum, MS og Keili. Ég byrjaði minn kennsluferli í Keili árið 2013 og þá var Keili svona vendinámsskóli og allt var mjög flippað. Og það var bara þannig sem ég lærði að kenna, þannig að þegar ég byrjaði að kenna í MS árið síðar, og ég kenni ennþá í þessum tveimur skólum samhliða, þá ákvað ég náttúrulega bara að flippa öllu þar. En það reyndist mér alveg erfitt að fara inn í svona mun hefðbundnari skóla þar sem ekki eru allir að nota vendinám og ætla bara að taka upp mitt vendinám eins og ekkert væri. Þurfti einhvern veginn meiri undirbúning fyrir nemendahópinn og bara alls konar svona atriði sem ég rakst á í mínu starfi þar. En þegar ég byrjaði fyrst að kenna við vendinámi þá vildi ég alls ekki standa svona fyrir framan hópinn og tala, mér fannst það glata. Mér fannst það allt sem hópurinn átti að heyra svona sem heild, það var það frá vídeó. Öll mín samskipti nemendur áttu bara að vera svona face to face, eins og maður segir á góðri íslensku kennarinn sjálfur. Já, öll samskipti áttu bara að vera þannig eða þá svona í hópum í stofunni, ég vildi alls ekki vera þessi hérna kennari. Svo reyndar ég alveg búin að komast að því að það gaman að vera þessi kennari að standa svona og láta alla horfa á sig og tala og það mjög gaman að skrifa töflu. Þannig að auðvitað ég farin að gera það líka og ég get sagt að hérna í Keili ég vendikennari en í MS ég svona blendingur, einhvers konar. Þetta mynd af mér hjá báðum skólunum þegar ég byrjaði að vinna í MS, það var allt í rústi en nú reyndar allt að, það uppgangur, allt að breytast. Hér í Keili þá vinn ég mjög í nánu samstarfi með öðrum kennara og það náttúrulega gefur mér líka mjög mikið fyrir vendinámið og við hjálpumst mikið að. En í MS var ég allavega til að byrja með miklu meira bara ein í mínu svona, minni búblu eitthvað með mínum nemendum. Vissi kannski ekki svo mikið hvað hinir var að gera. Hinir íslensku kennararnir? Hinir bara kennararnir í skólanum en líka íslensku kennararnir. Þá var við náttúrulega samstarf íslensku kennararnir í skólanum. Þá voru samt svona, við vorum með sömu áætlun og sama lokapróf. En svo vorum við bara svolítið í okkar gír. En það hefur enda bara, þetta var þegar ég byrjaði sem nýr kennari, svo höfum við farið að vinna miklu meira saman og fólk náttúrulega hópar sig saman sem betur fer og hjálpast að. En svona helsta áskorunin mín sem kennari í vendinámi með þessa tvo hópa, já, í MS að hóparnir eru mjög ólíkir og við erum með hóp hérna í Keili sem er mjög svona metnaðarfullir nemendur. Við koma hérna til þess að læra virkilega og kröfuharðir og þeir ætla aldeilis að standa sig og þeir eru líka fullorðið fólk og svolítið öðruvísi en að kenna í menntaskóla og af því að skólinn vendinámsskóli þá svona kynning á vendinámi og allir fá að allir læra út á hvað vendinámi gengur og hvernig á að nota myndbönd til að læra og hvernig verkefnatíminn ganga fyrir svo slíkt. Stundatöflunar eru líka byggðar upp með vendinámi í huga. Það eru færri og lengri tímar í einu. Ég hitti mína nemendur hérna yfirleitt 2 klukkustundir vikulega. Þannig að maður getur gert alltaf mikið á þessum 2 klukkustundum og ég get ætlast til að þeir undirbúi sig fyrir næstu viku. Þú þurfum ekki að hittast það eftir dag. Má ég spyrja, er þá miðað við að sé öll önnur? Er ekki skiptu í lotur eða svoleiðis? Það hefur verið svona hefðbundnar annir haustum vorum. Það er að skipta í lotur í MS eða ekki? Jú, það er að skipta í lotur í MS. Og ég tala út frá þeirri minni reynslu í MS sem með við eldra kerfi. Þess að við verið að stytta framhaldsskólakerfið, voru 4 ár og að verða 3 ár. Það var bekkjakerfi, var að verða meira svona áfangakerfi og það eru mikla breytingar og mjög áhugaverðar breytingar að eiga sér stað þar og verða mun verkefnamiðaðra nám og stundataflan breytist og slíkt sem betur fer af því að þessar áskorunir sem ég hef lent í miðast kannski meira við eins og það var áður. 40 mínúna kennslustundir til 80 mínúna og ég hitti nemendur kannski í 3 daga í röð og svo ekkert í heila viku og þau eru mjög mörgum fögum á hverjum degi. Þannig að ég
það reyndist svona ákveðin þröskuldur í að nota vendinám og fá nemendur til þess að undirbúa sig vel heima og þau bara höfðu svo mikið að gera, þau vissu ekki að vera í íslensku þann daginn, þau voru líka eldfræði, stærðfræði, náttúrufræði, þýsku, frönsku og íþróttum. Þannig að allavega þetta svona kerfi sem ég geng inn í og ég þakklátt fyrir að það breytast. Og það líka náttúrulega tæknilega hliðin hérna í Keili eru allir nemendur með tölvu og það skiptir miklu máli fyrir allavega eins og ég nota vendinámið, ég nota mjög mikið efni á netinu og það þarf að vera auðvelt aðgengi og í MS eru nemendurnir mínir ekki með tölvur. Þeir eru flestir með snjallsíma sem eru náttúrulega mjög gagnleg tæki og ef þau eru notuð rétt, en þau eru ekki notuð svona markvisst sem námstæki. Og það ekkert hægt að stóla á það að allir eigi fullkominn snjallsíma af því að þetta ekki námstæki þeirra í skólum. Eða þá batteríið sé í lagi eða internetið eða eitthvað þegar við þurfum að nota. Þannig að þess vegna reyndist mér erfiðar að nota vendinám sem ég ætlaði að nota bara fyrir allt í MS. Það varð ekki eins auðvelt og ég hélt út af þessum ólíku hópum. Má ég spyrja á því að þú ert íslensku kennari? Já. Ert þú að nota vendinám eða ert þú að nota vendikennslu? Sko, ég tala yfirleitt vendinám af því mér finnst það vera nemendamiðaðra og ég vil að svona loka markmiði sé eða markmiði með þessu öllu saman að nemendurnir læri, geri meira í staðinn fyrir að þetta fókusinn sé á mér. En ég finn það alveg núna eftir að vera búin að svona skoða en sjálfa mig síðasta ári kannski og líka að hlusta hérna Mariku áðan að ég held að ég sé ekki að leggja stund á þetta sem hún kallar flipped learning sem er kannski vendinám. Heldur er ég meira bara búin að snúa við, ég er ekki að kenna efnið í tímum, heldur er það komið á myndbönd og þá höfum við tímana til að gera verkefni. Þegar töluðum hana áðan, ég var hjá henni á Pétur og þá er þetta alls ekki mikið einmitt svona einhverja fyrirlestra eða þannig, alveg vídeó. Það var alls konar einstaklismiðar. Já, einstaklismiðar og þau voru kennt öðrum og sá lesa þessum að bóka eitthvað í tíu, þetta var bara, mætti bara láta þessu saman sko, það var líka. Vídeóin kannski, kosturinn við þau er að mér finnst að þau búa þeim til tíma til þess að geta gert þetta. En það er ekkert allir sem að vilja kenna með vídeóm eða vera með einhver svona beina kennslu yfir höfuð. Það er rætt endilega að gera vídeó til þess að þjálfa tæknina, að kenna tæknina, að útskýra. Já. Og ég náttúrulega byrjaði því sem nýr kennari að gera vídeo og mér finnst það mjög gagnlegt. En mér finnst ég finna núna að fókusinn minn hefur kannski verið óþarflega mikið á að gera vídeo og ekki eins mikið og ég hefði viljað á hvað ég geri við tíman í staðinn. En maður er náttúrulega bara alltaf að þroskast og vonandi get ég þá núna farið meira einblíðum það. Voru þið krakkarnir hrifnir af því? Krakkarnir voru hrifnir af vídeónum af því að þegar það var að koma próf þá gátu þau sótt í allt efnið. Og það hefur verið þannig að það eru lokapróf í Menntaskólanum Sund þar sem í þessu gamla kerfi. Nú er það breytast, það verða ekki svona lokapróf 2 ári. Þannig að maður hefur náttúrulega verið dálítið mikið að kenna fyrir eitthvað próf og hefur þess vegna kannski ekki áhuginn á námsefninu hefur líka ekki verið gríðarlega mikill hjá mínum nemendum. Tala ég eins og þetta sé eitthvað syndabæli sem það er náttúrulega alls ekki. Það eru mjög margir gullmúlar þarna inn á milli sem að vilja virkilega læra íslensku. En börnunum finnst kannski stundum erfitt að tengja við þetta námsefni. Þetta eru krakkar á aldrinum 16 til 20 ára og margir koma frekar í skólann til að hafa gaman, hitta vini, heldur en til að læra. En svo sé ég alltaf eins og vídeónum mínum, ég hef svona YouTube-stöð að áhorfið vex í lok nóvember, desember, þá er ég að YouTube-stöð. Það er gaman. En bara að því þú gerir vídeó, þá langar mig bara að spyrja hvað er þetta að gera í vídeónum? Í vídeónum er ég að gera það sem ég kannski myndi annars vera að gera hér, með ljóð. Ég er að útskýra alls konar atriði í þessu ljóði. Þú ert í raun og veru nokkurn veginn að halda fyrirlestur? Ég er að halda fyrirlestur. En það sem þú veist, þegar ég hef haldið fyrirlestur, þegar ég fór að prófa mig áfram í því í MS, stundum hefur maður ekki tíma til að gera vídeó og maður er að reyna að fara yfir allt þetta efni, af því að efni sem ég kenni er svolítið svona, nemendur eiga ekki mjög auðvelt með að skilja það oft, Íslendingasögur, fornljóð og fleira og það er dálítið svona, já, það gengur oft illa að fá þau til að lesa, þannig að maður reyna að fara með þeim í gegnum þetta. Ég tók eftir því að ég var
miklu lengur að útskýra í tíma. Þú veist, 40 mínútur voru bara búnar og ég var ennþá að tala og verkefni lá óleyst ennþá á borðinu hjá mér. Meðan að þegar ég kom með vídeó, þá get ég sleppt því að vera að útskýra. Og ég hef vel oft átt í þá grifju í MS sem að mér finnst kannski ekkert vera frábær kennsla en að láta nemendur bara fá spurningar og þau með að horfa á vídeóið og leysa spurningarnar á meðan. Og þetta Þannig að þau eru þá að sko gera það sem þau áttu að gera heima í tímanum með því að horfa á Ertu að gera þetta bara í YouTube? Já. Ertu að gera þetta bara á farsalina eða? Ég tek upp svona, oft er þetta bara eins og glærur og ég tek upp hérna, hvað er ekki? Tala inn á glærurnar. Já. Hún sýnir á eftir. Já, ok, Já. afsakið. En þannig að, þú veist, og það er ekkert ótrúlega einhver lærdómur fólginn í þessu. En þetta er kannski til þess að þau hlusti yfir höfuð á vídeóin mín, sko. En meðan henni Keili hefur miklu meira getið gert svona einhvern veginn meira skapandi verkefni, maður getur látið nemendurnir sjálfir einhvern veginn kafa í efnið og kannski að því að við erum markvissara með vendinámi hérna en líka að því að við erum með þennan góða nemendahóp. Það er náttúrulega gríðarlega munur að kenna fullorðnum og að kenna börnum eða svona úlingum. En eru það að nota Moodle? Hérna í Keili notum við Moodle. Ert þú með aðgang á Moodle eða hvernig kemur myndböndunum frá þér? Sko, ég læt mín myndbönd hérna í Keili, þá setjum við inn á svona einhvern server sem er bara hérna innan hús og fáum bara link sem við deilum inn á Moodle. Í MS þá nota ég bara YouTube og YouTube er bara mjög þægilegt. En þannig að þú getur ekki fylgst með því hverju að horfa á þetta? Nei, ég get ekki tekið svona tékkið á hverjir. Ég gæti það kannski með því að láta þau skrásætla inn á Gmail og eitthvað svona. Þú sér það reyndar? Já. En það er svo niður að verða að horfa. Nei, sjálfs ekki. Og ég hef rosalega lítið farið í þetta tékk. Það segir eitthvað, það er samt vísbending og ég meina veist það ekki. Ég veist ekki skipta nokkrum mál. Nei, en það er kannski að við vorum að tala um það. Sumir kannski lesa. Já, til vídeó sem eru stafræði. Já, eina sem ég er að hugsa af því að við erum að miðla svona kennslu hætti segi, þú veist, þetta að skila sér og þú veist, það er það sem að ég er að velta fyrir. Ég held það, já. En það getur verið vísbending það, við getum séð það þegar við sjáum hver áhorfin eru og þau eru að fara inn á þetta og skoða þetta, þá er það náttúrulega að segja okkur, jú, þetta er sniðugt, eða það sem ég var að hugsa. Mér finnst það ekki endilega mál. Mér finnst málið vera hvernig sýnir það sig eftir það. Hvernig er nemandi búinn að ná sér í upplýsingarnar. Ég er Þú alveg veist maður horfa á vídeó eða Facebookina eða googla þetta eða eitthvað, kemur svo bara í skólan og vinnur verkefni og stendur sér vel í því. Það er hæfnin sem við erum að leita að. Já, en það samt getur verið samt uppbörðu fyrir kennar að vita það að hann sé ekki að skera ykkur myndband og það er einhver sem horfir á Já. það. Mér finnst þennan ekki vera eins og kemur einhver kvartum sko, kemur einhver, ég bara skildi ekki neitt og þetta er bara ómögulegt og allt eitthvað sem þá getur bara farið í Moodle og sagt bara ok, ég sé að þú ert búinn að fara þrisvar þarna inn og aldrei skoðað einu vídeó og þú er ekkert farið inn á Moodle. Þetta er bara þér sjálf að kenna, búið. Já, það er þetta, en einmitt og líka það að það er líka þessi miðlur sé alveg að skila. Ég er að hugsa það. Ég er alveg sammála því að þetta er ekki það sem er höfuðatriði en það sem mér finnst líka að vera atriði í þessu eða hvort að kennarinn sé að gera eitthvað sem að nemendur finnst áhugavert eða aðalega það, þess vegna sé ég spurning. Mér finnst þetta ekki beint verið að skila mjög miklu. Eða sko, ég held þetta sé að skila meira heldur en ég stæði bara á blaðræði allan tíma. En mér finnst vídeón per se ekkert verið að skila brjála miklu í MS. Og það er, held ég, vegna þess að þar er ekki markvisst verið að nota vendinám. Það verður að gera mjög margar sniðuga hluti. Ég veit að það eru kennarar að gera alls konar svona samvinnu, námstilraunir og fleira. En við erum ekki að vinna saman sem heild í einhverju svona kennslufræðum. Við erum náttúrulega mjög margir kennarar og deildirn að vinna eitthvað saman og svona. En þú veist, þannig að nemendur eru ekki vanir einni aðferð eða einhverju svona hugmyndafræði. Þú veist, vendinám þarf ekki að vera eitthvað alltaf eins eða ein aðferð eða allir með sama. En þú veist, það er alls konar. Þannig að nemendur hjá einum kennar og þar verður hann að gera svona, svo kemur til mín og gera eitthvað allt annað og ég veit ekki hvað þessi er að gera. Það vantar að samræða milli. Sem að, þú veist, maður þarf kannski bara sjálfur að leitast meira eftir að taka þátt í eða eitthvað slíkt. En aftur á móti, eins og ég fór skjóta þess að Já. ég er Keili, þá er þetta orðið þannig að nemendur vita nákvæmlega hvað vendinám snýst Já. og þau vita að þau geta gengið að þessum myndböndum og þegar við gerum kannanir eftir á, eftirfylgni kannanir,
til nemenda, fyrirverandi nemenda Keilis, þá nánast enginn sem maður setur út á vendinámi. Við spurjum sérstaklega út í það. Það er bara algjör snilld. Ég vildi óska þess að háskólinn væri að taka upp þessa aðferð og alveg, kemur augljóslega fram að vendinámi sé að henta þeim, en þau auðvitað mikið að hugsa myndböndin. Af því það þetta, þau geta alltaf farið inn, horft á þetta aftur og aftur, já, þannig að ég... En vendimámi samt svo mikið meira heldur bara mynd. Já, við veitum það. Þið misstu líka það sem ég var að tala um það. Eina sem ég að segja, þetta svona einn möguleiki ámörðum. Þú veist að kennarinn finnir það að þau séu að nýta sér þetta. Ég sammála því það sem þú ert að segja, að þú veist, eitthvað sem þið venjast á að nota líka, það kemur líka svolítið til þeirra. Þú veist, þau venjast, fara í náða að nota, alast upp við þetta. Þau verður svona kannski bara hluti af kúltúrnum í skólanum að nota þetta. Þannig að eina spurningin í rauninni, hvort þú finnir það eða sæið það sem að, og þú deila þú sagði það. En þau kalla samt eftir myndböndum. Þegar þau eru búin að venjast þessu, þetta er ekki eins markvisst nota og svona, og ég rosalega fegin og ég held áfram, ég spurningina áðan í lokin á þessu, af hverju ég að streitast við að nota vendinámi, þetta er ekki, veist, af því að þetta hjálpa mér, ég þarf ekki að vera í einhverju brjálugu stressa, komast við alla njálu við hérna að það er lokaprófið eða eitthvað slíkt og afgreiða allt efni. Veist, ég er bara með efni á vídeóum, ég get anda rólegar og ég get eytt tímanum mínum í undirbúning fyrir einhver spennandi verkefni og eytt tímanum með nemendum meira í að gera eitthvað annað. Og það, þú veist, ég er eiginlega komið þangað. Nú er ég bara, hvað ger ég næst? Hvernig get ég bætt verkefnatímana? Og mér fannst áhugavert að heyra frá henni hérna Mariku áðan og ég bara komst í mér ekki á vinnustofuna því ég var hér og vona bara að ég geti lært meira frá henni hvernig, þú veist, stuðlu einhverju svona dýpra námi hjá nemendum.